En þegar hann var á Hrauninu var það náttúrulega miklu erfiðar að maður fer í gegnum við fjölskyldan, þú veist, maður líður svolítið svona eins og maður sé afplána og það svolítið svona, það erfitt að koma sem aðstandandi í fangelsi og við förum í gegnum öryggis eftirlit og þú mátt ekki vera með úrið þitt og þú veist það svona og svo náttúrulega sem betur fer eru náttúrulega alveg ótrúlega flottir og dásamlegir fangaverðir á Hrauninu en það leynast alls staðar í öllum starfstéttum líka svona smá óþverrar og það eru fólk sem sækir í þessar stöður eins og fangaverðir og Securitas og lögreglumenn og svona, það svona með einhverja valdníðslu fíkn og Hefur alveg fundið fyrir því? Já, ég hef alveg fundið fyrir því. Hvernig þá? Það er bara komið illa fram við, mann litið niður og maður upplifir bara, maður finnur það. Maður finnur alveg þegar það hefur verið dásamlegur fangaverður sem tekur á móti manni og lætur manni líða vel eða þegar það er eitthvað svona með valdníðslu og lítur niður á mann og lætur manni líða illa. Það er engin betur. Það er bara staðan og það er ekkert að gera fyrir það. Þetta er bara svona kjötgeymsla. Þeir eru bara í geymslu og sumir geta fengið kannski að vinna í þvottarhúsinu og fengið að vinna í sjoppunni og eitthvað svona. En það er ekkert vinna fyrir alla og svo vantar bara, þú veist, fangelsmálastofnun, þeim vantar bara miklu meira fjármagn til að geta upplifað en að bara uppfyllt þarfir fanga, þú veist, það er til dæmis, það er ekkert verið að tala við þá, þeir eru ekki að fá áfallahjálp, þeir eru ekki að fá næga sálfræðiþjónustu og þú veist, presturinn, það var andlát þarna bara í þarsíðustu viku sem er náttúrulega rosalega sorglegt mál og maður tekur það virkilega bara nærri sér út af því kannski maður sjálfur bara verið hræddur sinnfanga, svo tengdist ég þeim fanga bara mikið og mömmans líka og presturinn kemur í korter til fangana sem á deild með honum og þeir fá ekki áfallahjálp en svo er talað að fangaverðinni fengu áfallahjálp en ekki fanganir og þeir eru miklu meiri vinir hins látna heldur en nokkuð tíma fangaverðinir. Dvöliðar hún er ekki uppbyggileg og hún er ekki góð og eitthvað svona sem ég langar rosalega að koma á framfæri er að ef ég væri í fangi þá myndi ég aldrei vilja fá heimsókn. Ég meina eftir hverja einustu heimsókn sem ég mætti til hans þá er hann strippaður og leitað á honum og þeir þurfa, þú veist, þeir eru bara grannskoðaðir og að láta klæða sig úr fyrir einhverju mönnum 3 í viku, þetta er ekkit nema niðurbrot. Og ég held að rosa margir myndu bara vilja sitja það inn og láta það drepast hana. Það er nú bara staðreind og maður upplifir það og maður sér það bara í kommentakerfum og öðru. Að fólki, sko, ég sem bara áður en að allt þetta dynur á í mínu lífi, þá hafði ég ekkert mikla samkennd með börnum fanga, en það var bara því að ég vissi ekki betur. Já, fólk var erfitt að setja sig í þessi spor. Já, það er ekkert hægt að segja, þú veist, ef þú átt ekki börn, þá veist ekki hvað er eiga börn og ef þú átt ekki ástvin í fangelsi, þá veistu bara ekkert hvað er eiga ástvin í fangelsi. Máli við verðum að sætta okkur bara við það, að allir þessi fangar sem eru á Íslandi, þeir kom allir aftur út og þeir losna allir, þannig að er ekki betra að við fáum þá sem betri og jákvæðri menn út heldur en að fá þá bara að reiða út. En eins og ég segja, það er svo ljótt að segja svona, ég hef oft hugsað að ef það væri ykkurir hátt settir stjórnmálamenn og þeir sem væru þarna, sem ráða svolítið ríkjum og geta sett lög og reglur og svona, það væri náttúrulega langt best að þeir myndu eignast ástvin í fangelsi, þá myndi kannski eitthvað gerast almennilega.